Bolli Héðinsson kominn hérna. Þetta þú ert formaður samtaka sparifjáreigenda og þið hafið verið að halda fundi hvernig Ísland sé svona hvernig sé ástand fyrir okkur eftir hrunið og það ýmislegt sem kemur þar inn í. Þið eruð reyndar með fund núna á þriðjudaginn þegar það birti skýrslu meðal annars kaupauka í atvinnulífinu, en það sem þið voruð að tala síðast var meðal annars og þú hélst erindi þar sem þú varst að tala laun sem út á kortinu og þá tilfinningu að almenningur sé það sem verið að skilja almenning eftir. Hárrétt, við þegar leiða 10 ára afmæli hruns þá vildum við nú svona huga að því hvað hefur okkur áunnist, hvernig hefur samfélagið þróast og hvaða árangur höfum við náð á þessum 10 árum sem liðin eru frá hruni. Við viljum ekki kalla þetta afmæli, þetta svona tímamót. Þetta eru tímamót í sögu þjóðar. Já. Og við ákváðum að besta leiðin væri að reyna að kortleggja þetta með einum eða öðrum hætti og gera það með þeim hætti að þetta væri almenningi og öllum aðgengileg sem hefðu áhuga á að koma að þessum málum. Og því fórum við þá leið að efna til fundaraðar ýmislegt sem ýmsar hliðar á því sem að þjóðfélagið okkar hefur þróast á þessum 10 árum, fá besta fólki til þess að halda erindi einstök mál og svo framvegis og við byrjum þessa fundaröð fyrir hálfum mánuði núna á þriðjudaginn. Á þriðjudaginn kemur þá fundur númer 2 og þar ætlum við einmitt að fjalla kaupauka og launin og þetta náttúrulega launaþróunina í þjóðfélaginu og það náttúrulega hefur ekkert farið á milli mála hver sem að hefur fylgst með hefur áttað sig á því að það virðist vera hér sé aftur runnin upp tími einhvers konar ofur launa hjá ákveðinni stétt, hjá einhverjum hópum í þjóðfélaginu en almenningi finnst það vera skilinn eftir. Og þess vegna orðaði þetta nú með þessum hætti að almenningur situr eftir, hann hafi verið látinn borga fyrir hrunið og hann situr eftir með óbragð í munninum. Og við viljum reyna að kortleggja hvort að þetta sé reyndin eða ekki. Meðan, menn eru farnir að skara duglega elda sinni köku. Heldur betur og við vildum hafa eitthvað svona í höndunum það og þess vegna létum við fara fram þessa fengum við fyrirtæki til þess að gera úttekt á kaupaukum og það sú úttekt sem að verður kynnt á fundi á þriðjudaginn. En þú fluttir þegar þú hleyptir þessari fyrirlestarröð í gang þá fluttir þessa ræðu og þú ert að tala með hana hlut lífeyrissjóðanna í þessu. Það er dálítið merkilegur punktur. Það sem að ég hef og það sem að náttúrulega ég byrjaði að tala þetta fyrir 2 árum á fundi einmitt með Landssambandi lífeyrissjóða. Lífeyrissjóðirnir hafa ekki með sér nokkur samtök það að hafa til dæmis heildstæða launastefnu í þeim fyrirtækjum sem að þeir ráða fyrir. Þeir ráða í rauninni meiri hluta í stórum hluta íslensks atvinnulífs og ef þeir kemur sér saman launastefnu og væru á því að það væri ekki forsvaranlegt að greiða þau háu laun sem að þær eru farin að tíðkast, þá myndu þau ekki verða greidd. Vegna þess að það engin, en þess í stað þá virðist eins og forstjórarnir spili á stjórnirnar og segi ef ég fæ ekki mína launahækkun hér þá ég farin eitthvað annað og þá einhver aðri lífeyrissjóðir reiðubúnir að borga hærri laun þar. Þess vegna ríður þarna mikið á samtakamætti lífeyrissjóðanna. En þetta ber ekki svo að skilja að ég sé andstæðingur lífeyrissjóðanna eða fjárfestingar þeirra í íslensku atvinnulífi. Heldur þvert á móti. Lífeyrissjóðirnir eru ein grunnstoð í íslensku samfélagi afar mikilvæg og eiga allt gott skilið en þarna hefur þeim brugðist bóðalist. En eins og lýsir þá eru þeir einhvers konar leiksoppar forstjóranna. Ég orðaði það einmitt þannig að þeir væru það og við munum alveg til dæmis umræðuna eins og hún var fyrir hrun það þurfti alltaf að borga fjármálamönnunum sem há laun af því það var svo mikil eftirspurn eftir þeim erlendis. Heyrðist einhvern tímann af einhverjum manni sem að fór héðan til útlanda eða að það hefði einhvern tímann verið einhver eftirspurn eftir Íslendingum í stjórnunarstöður erlendis. Ég held ekki. Og það eiginlega þetta viðmót sem að mér finnst að við séum að upplifa núna á íslenskum fyrirtækjamarkaði að það þurfi að borga þessum mönnum svo há laun eins og gert af því að annars farið eitthvað annað og þetta aldrei rætt í botn og þetta eitthvað sem að lífeyrissjóðirnir geta bara með samkomulagi sín á milli
bara ákveðið að sé ekki svona. Nú munu náttúrulega forstjórar passa dálítið vel upp á stéttahagsmuni sína. Þeir eru svolítið að passa upp á hvor aðra. Þeir sitja til vinsst í stjórnum. Þið hafið nú ekkert tímann kortlagt meðal annars eignatengslin í íslensku atvinnulífi hjá þessum samtökum þínum. Heldur betur. Þetta er svona partur af okkar starfi og við létum einmitt fyrir seinlega 1-2 árum líka, þá létum við kortleggja eignatengsl í íslensku atvinnulífi og það náttúrulega, og þau svona sýndu fram á ýmislegt, ekkert ólöglegt eða neitt slíkt, en ýmislegt sem ætti kannski ekkert að viðgangast. Í kjölfar þess breyttu einhverjir lífeyrissjóðu tilnefningum sínum á stjórnarmönnum í stjórnir fyrirtækja, þar sem að viðkomandi fulltrúar lífeyrissjóðanna áttu líka sjálfur talsverða hagsmuna að gæta. Þannig að það skilaði þó þeim árangri og hver veit, við erum bara að reyna að halda umræðinni gangandi og við erum að reyna að fá fólk til þess að hugsa þessa hluti til þess að átta sig á hvað hér er á sig. En svo koma náttúrulega, þess að við séum að ríkisforstjórarnir koma dálítið í humátt á eftir hinum við og forstjórunum á frjálsamarkaði. Það er ekki alveg gott að segja hvort kemur undan hænan eða ekki. En það er alveg augljóst að, eins og þú segir, að þessi hópur, þetta er svo stéttabarátta sem er hvað harðvígust sennilega á íslenskum vinnumarkaði í dag. Það er stéttforstjóra og það gildir þá einu hvort það er í forstjórar á frjálsum markaði eða hjá hinu opinbera. Og þeir að taka sér laun sem eru langt umfram það sem almenningi er boðið. Greinilega, það virðist vera og við skulum nú reyndar bíða og sjá aðeins hvað kemur út úr þegar þessi skýrsla verið kynnt hér með formlegum hætti á þriðjudaginn. En það nægir náttúrulega bara að horfa til þeirra kauphækkana sem við höfum séð sem að kjararáð hefur tryggt opinberum starfsmönnum sem hafa verið á þeirra vettvangi og þar er þetta einhvers konar höfrungahlaup. Þeir verða að hækka þennan að þeir hækkuðu hinn og svo verður að hækka þá aftur að því að þeir höfðu hækkað hinn sem þeir höfðu hækkað áður. Og þetta er náttúrulega næri ekki nokkur átt að þetta sé með þessum hætti. En þið eru að fara yfir lærdóma af hruninu. Og menn spurðu hvort að þetta myndi leiða af sér eitthvað konar nýtt Ísland og nýtt upphaf og við myndum breyta samfélaginu en kannski var það ekkert sérstaklega mikið. Við náttúrulega, og ég segi til dæmis bara fyrir sjálfa mig og ég vissum að þú hefur hugsað á svipuðum nótum líka þegar skýrsla rannsóknarnefndarinnar kemur út. Þetta er sprengja inn í íslenskt samfélag og hér eftir verða hlutirnir alltaf öðruvísi. Svo erum við bara uppgötvað að það hefur kannski sáralítið gerst og kannski er þetta bara ein birtingarmynd þess, það er að segja svo birtingarmynd sem við sjáum í launum og kjörum einhverja svona yfirstéttar sem getur skammtað sér sín laun sjálf. Við héldum allavega að hér væri eitthvað nýtt upphaf og það var farið af stað með eins og til dæmis nýja stjórnarskrá og sækjum aðild að ESB. Og það var farið í leiðréttinguna. Leiðréttingin bara einskiptis aðskerða meðan að umsóknum að ESB og ný stjórnarskrá hefði verið svona til frambúðar. Þetta var jú allt hugsun að því að hér yrði einhvers konar nýtt upphaf. Og væntanlega sett fram til þess að vekja það von í brjósti þjóðarinnar að við ætluðum að gera hlutinu öðruvísi heldur en við gerðum það fyrir hrun. Hvað sjáum við í dag? Er nokkuð að gerast á þeim vettvangi að við sjáum að það sé einhver hvati eða einhver vinna eða einhverjar hugmyndir í gangi af hálfu hins opinbera til dæmis það að telja fólki trú það að hér eftir búum við í einhverju öðru og betra samfélagi heldur við byggum í öðru, einhverju samfélagi sem var öðruvísi heldur það samfélagi sem hér hrundi á haustdögum 2008. Ég held að það sé langur vegur frá en það var vilji til þess alveg augljóslega á árum áður en við sjáum ekki votta fyrir því í dag. Munum við upplifa annað hrun? Við munum upplifa annað hrun en hvenær það verður og hvernig það verður, það vitum við ekki enn þann dag í dag. Það er búið að held ég girða fyrir flest það, til dæmis öll þessi tæknilegu atriði í fjármálageiranum sem að ollu því hruni sem að var 2008, það er búið að sjá við flestu því og við höfum bara gert það með því að taka við pósti frá Brussel þannig sjáum við því en hvorki aðilarnir í Brussel við sjáum fyrir hvar það er
hver veikleiki kerfisins og kannski ekki bara fjármálakerfisins heldur í svona einhverju þjóðfélagsgerðinni, hvar sá veikleiki sem mun valda næsta hruni og verður það hrun bara fjármálalegt, verður það á víðtækara sviði heldur en að við sáum árið 2008. Já. En það svona, tregðurlögmálin hafa reynst vera býsna sterk á Íslandi. Þau hafa yfirhöndina í dag. Það engum blöðum það að fletta að þeir sem að vilja sem minnstu breyta, þeir ráða í dag. Það eru bara hreinar línur. Og þess vegna hefur ekkert af þessum því sem var lagt upp þarna, eins og ég segi með stjórnarskrá, aðild að ESB og kannski einhverju leyti leiðréttingin, að þetta, ekkert af þessu hefur leiðréttingin var líka bara einskiptis atburður og hún gekk eftir en svona annað í þá veru, og þarna nefni ég þetta tvennt, það hefur í rauninni sáralítið gerst í því. Eða því eða einhverju allt öðru sem að hefði átt að grípa til og ég hef ekki hugmyndaflug í að segja til hvað hefði átt að vera. Bolli, þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Takk. Búið hjá mér í dag, Fanney Birna verður með ykkur eftir viku. Takk fyrir að horfa.